Á hverju ári má finna marga viðburði í Skriðuklaustri, eins og tónleika, málþing og fyrirlestra. Þá er aðventan alltaf verið mjög lífleg þar sem helst ber að nefna grýlugleði fyrsta sunnudag í aðventu og upplestur á aðventu Gunnars þriðja sunnudag í aðventu. Alheimsfaraldurinn hefur þó sett strik í reikninginn fyrir þessar samkomur eins og aðrar og því eru jólahefðirnar með örlítið öðruvísi og tæknivætara sniði í ár. Já, nú verðum við bara að nota tæknina og reyna að ná til fólksins, ná til þeirra sem annars hefðu komið og jafnvel ennþá fleiri, maður er í gegnum netið og það er það sem við höfum verið að reyna að gera. Nú við séð eins og grýlugleðin á netinu, segðu okkur aðeins frá því. Já, grýlugleðin er svona eitt af þessu sem við höfum verið að haft hér eiginlega. Þetta er náttúrulega löng hefð, við byrjum árið 2000 á því að vera með svona skemmtun fyrir börn og fjölskylduna svo sem. Í upphafi aðventu, alltaf verið á fyrsta sunnudegi aðventu og komið jafnvel 200 manns og verið þröng á þingi hér í húsinu. En náttúrulega ekki hægt að búa til neins slíks í ár, þannig að það var farin sú leið að streyma eiginlega grýlugleðinni og gaulálfarnir að þeir voru bara í sóttkví suður Reykjavík og síðan var Dvalinn Sagnálfur að hann mætti hér í Skriðuklaustur og það var enginn. Þannig að hann endaði upp í Grýluhelli. Það sem verður náttúrulega til með þessu er að nú er þetta til á myndformi og það er hægt að nálgast þetta þá ekki bara á einum degi, heldur fleiri dögum yfir jólin. Já, við höfðum þetta bara þannig að við frumsýndum þetta á netinu í streymi á sunnudeginum fyrsta í aðventu og síðan er þetta aðgengilegt, verður allavega aðgengilegt eitthvað fram yfir jólin. Kom hún ekki hérna og leppalúði? Ljóti kallinn hennar hann með leppalúði? En það er náttúrulega hann er nú sko skömminni skárri heldur en þessir fyrri þarna. Þessi fyrsti, hann Gustur. Og það er fleira á döfinni, ekki satt? Jú, það er svona annar af þessum hefðbundnu desemberviðburðum okkar, það er upplestur og aðventu Gunnars og það er eitthvað sem að við viljum alls ekki sleppa og hefur verið siður einlega að lesa þessa bók í einu lagi í bæði hér á Skriðuklaustri og í Gunnarshúsi í Reykjavík á sama sunnudegi, ýmist á öðrum eða þriðja sunnudegi í aðventu og að þessu sinni að þá ætlum við að gera það í gegnum netið og það verður svona af þeirri einföldu ástæðu að aðventa vakti svolítið athygli hjá landsmönnum á haustmánuðum þegar að sjónvarpsþáttaröðinum Ráðherrann var sýnd því að þar var Benedikt sjálfur mættur sem ráðherra og ýmsar tilvísanir í söguna og tilvitnanir hreinlega í þetta verk Gunnars og af því tilefni að þá fengum við hann Ólaf Darra til þess að lesa söguna og það verður sem sagt frumflutt sunnudaginn 13. og lifir síðan eitthvað svona inn í jólin. Já, jólin þau koma þrátt fyrir ástandið og það er þá bara spurningum að finna lausnir. Við klippum ekkert á hefðirnar, heldur bara breytum kannski aðeins til. Já, það er jólin koma alltaf, þetta heldur alltaf, lífið heldur áfram þrátt fyrir þessu óveiru. Og það, við verðum bara að reyna að laga okkur að þessum nýju aðstæðum og þá er auðvitað alveg ótrúlega magnað að geta bara gripið til þess að vera á skjánum hjá miklu fleiri heldur en að maður næði nokkurn tíma til á staðnum og það er bara framtíðin og ég efast ekkert það og það er svona við höfum rætt það hér á staðnum að það verður örugglega stefnan hjá okkur síðan að streyma í rauninni bara fleiri viðburðum hérna af staðnum þegar þeir fara fram. Og hérna er alltaf glæsilegt piparkökuhús líka og ég meina fyrst að fólk kemst ekki hingað að sjá það þá er nú rétt að við nýtum tækifæri hérna og sýnum þeim piparkökuhúsið. Já, hér er alltaf piparkökuhús eftir mynd af húsinu sjálfu sem er eitt af svona því sem hefur glatt augu í yngri kynslóða þegar menn hafa mætt hérna til þess að fara á grýlugleði og fá sér kökur og gott heitt súkkulaði á eftir. Þannig að það stendur hérna svolítið einmannalegt kannski núna þessi jólin. Þannig að þið eru klári í jólin hérna í Skriðuklaustri? Við erum klári í jólin og vonum hins vegar að þau verði náttúrulega skemmtilegri að ári.